Góðan dag. Ég er þátt í þessu þingi og ég þakka fyrir boðið. Þann heiður sem er sýndur með því að þegar ég var beðin að vera hér borðstjóri. Það er mjög athyglisvert að eins og einkagallerí á Íslandi eru fá, þá hefði ekki verið minnsta vandamál fyrir okkur á borðu 2 að setja hér næstu 5 klukkutímana og ræða það málefni. Við ræddum meðal annars starfsemi og hlutverk gallería, samstarf þeirra við listamenn og rekstrargrundvöll þeirra í svo smáu samfélagi sem Ísland er. Og niðurstöðan í mjög stuttu máli er þessi. Við búum í ungu myndlistarumhverfi sem byggir á langri hefð grasrótar starfs, frumkvæðis listamanna og alþjóðlegum tengslum þeirra. Gallerí hafa verið að stíga sín fyrstu skref, en þau geta gegnt mikilvægu hlutverki í að kynna íslenska myndlistamenn markvistir sögunar á alþjóðlegum vettvangi, en jafnframt að taka þátt í því að gera Ísland að þátttakanda í hinum alþjóðlega listheimi að áfangastað og starfsvettvangi myndlistamanna, gallerista, sýningarstjóra, gagnrýnenda og ekki síst listunnenda. Það tekur þó langan tíma að skapa orðspor og rekstrargrundvöll við bestu aðstæður og þær hafa ekki alltaf verið sem besta hér. Við ræddum líka skattalegt umhverfi sem hefur ekki verið hvetjandi fyrir þróun markaðar á Íslandi og ræddum hugmyndir sem margir alþjóðlega hafa að það ætti að breyta lögum þannig að myndlist falli ekki undir neysluvöru með tilheyrandi virðisaukaskatti heldur fjárfestingar og rök semdafærslan fyrir því er svo að verðlagning myndlistaverk alþjóðlega og hér á Íslandi styðji við gildi slíkra kaupa sem langtíma fjárfestingu. En þrátt fyrir þetta ástatíðum erfiða umhverfi hafa nokkur gallerí náð skjóta rótum og byggja upp starfsemi sína á síðustu 10 árum og þau hafa átt þátt í að auka áhuga á íslenskri myndlist á alþjóðlegum vettvangi leið og öll önnur myndlistastarfsemi í landinu hefur átt þátt í því. Við teljum þó mikilvægt að galleríin sem hér eru starfandi sinni því hlutverki sínu af kostgæfni að auka markaðshlutdeild alþjóðlega bæði vegna smæðar markaðarins á Íslandi og í kynningarskyni. Samstarf kynningarmiðstöðvar íslenskrar myndlistar og útflutningsráðs í þessum tilgangi. Er ég bara búið? Það er svolítið að fætti í hlutverk. Takk fyrir.